farið að styttast í starfslok. Þeim mun fyrr sem hún byrjar að skipuleggja lífið eftir vinnu, þeim mun auðveldara verður breytingin. Þú getur algjörlega sniðið eftir þínu höfði hvenær þú byrjar. Þú getur fyrsta lagi byrja 60, bæði að taka ævilanga lífeyri og séreignarsparnað. Hinn almenni viðmiðunaraldur er 67 ára en hann er bara viðmið. Fjárhæðin verður hærri þeim lengur sem þú býður en þetta snýst í rauninu bara algjörlega hvað hentar þér og hvernig þú forgangsraðar. Fyrsta skrefið alltaf að fara inn á mínar síður og sjá hvað á ég núna og hvað á ég með áframhaldandi greiðslur í sjóðinn. Fara síðan í lífeyrisreiknivélina, sækja aðra sjóði í lífeyrisskáttinni og séreignarsparnað ef þú átt hann hjá okkur og sjá hvernig lífeyrinn kemur út hjá mér. Og næsta skrefið síðan að fara á heimasíðu TR og setja inn forsendur, hvað fæ ég í lífeyri, jafnvel laun, fjármagnstekjur. Það kemur mörgum á óvart að þeir eigi eitthvað rétt þar. Það er hægt að taka séreignarsparnaðinn út frá 60 ára og þú ræður algjörlega hvernig þú tekur hann út. Það er hægt að taka eingreiðslu, það er hægt að dreifinu á lengri tíma til að hækka lífeyrisgreiðslur, nota hana sem varasjóð ef eitthvað kemur upp á. Því séreignin ávaxtast hjá okkur, það er engin kostnaður og engin binding. Hún skerðir ekki Tryggingastofnun, hins vegar er það tilgreind séreign, hún skerðir Tryggingastofnun, þannig að getur verið hagstætt að taka hana út fyrir 67 ára aldur, en henni þarf að dreifa á aldurinn 62 til 67, en þó hægt að taka hann í eingreiðslu ef hún er undir ákveðinni fjárhæð. Það er hægt að skipta réttindum með maka og það þarf að gerast fyrir 65 ára aldur og það má ekki vera byrjaður að taka út lífeyri. Lífeyrissjóðirnir þeir greiða makalífeyri og það er ákveðið hlutfall af réttindum og í ákveðið langan tíma. Þannig ég hveti til að skoða þann sjóð sem makiðin greiddi í. Lífeyrissjóður Verslunarmanna greiðir 60% makalífeyri í að lágmarki 5 ár. Við greiðum alltaf undir yngsta barnið er 23 ára. Þarna getur munað heilmiklu. Þetta er að sjálfsögðu margt sem þarf að huga að en ég hveti til að bóka tíma í ráðgjöf. Ekki ákveða þetta sé flókið erfitt, heldur gefðu þið tíma og byrjaðu að skipuleggja.